Þessi þáttur áskriftarþáttur. Áskrifendur fá auka þátt í fullri lengd í hverju mánuði. Kíktu á sölvetryggva.is til að gerast áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Hörru, geggjað að hóða þig í heimsókn. Með Guðinir tali í gegnum okkur. Alltaf. Við erum verkfæri Guðs. Alltaf. Lofið. Ertu með steinin? Ég er með steinin. Það sýnaði minn. Með steinin í vasanum. Minn er svona, sko. Þinn er svona, Já. Þú lést mig að veit sem hann er í syngi við peysuna maður. Ég vissi að það myndi verið í gul í dag. Hvernig vissi það? Ég bara Fannst á þér? kíkti í framtíðina. Gulir skór, gul peysa. Mér langar svona... Ég held að við erum að fara á dýpið hérna í dag. Já. Fyrir þá sem er að hlusta og horfa. Að þá, það er eitthvað sem segir mér að við munum fara svolítið ótrúðan slóðir í þessu podcasti. Tala hluti sem hefur ekki verið talað um áður. Það er svona sem mér langaði mikið að fá. Ég heyrði í þér hjá Helga Ómars og mér finnst virkilega áhugavert. Það var eiginlega út frá því og við hittumst þarna rétt á undan sem ég ákvað að væri gaman að fá þig. Já, gott synk þar. Já. Þú, hvað segir, undirbjóstu áður og komst í viðtalið með því að fara í nautósíkina? Já, bara með eiga góðan dag, slagan dag, sko. Var hans að treyta á krypto og búið til peninga og svo fór ég í sjóinn og var þar í örugglega góðan 1,5 bara sjóinn pottin, smá gufa og svo heim. Treyta krypto? Já. Ertu í því? Já, maður. Kekkja, ég er nefnilega búin að vera veltaði fyrir mig hvort ég ekki að fara inn í það. Þetta er framtíðin. Er það ekki? Í peningunum, jú, klálega. Og þetta er líka bara tíðni, þú dettur bara inn á þetta kóðar og tíðni, þetta er spiritual money, þannig að ég skal kenna þetta, við erum búin hér. Já, við þurfum að tala líka aðeins krypto í þættinum. Já, ég veit samt rosa lítið by the way. Nei. Já, bara mjög lítið. Það er eitthvað svona, þetta er að koma mikið til mín þess að dagana. Já. Ertu að kaupa stærstu bitcoin og svoleiðis? Þú veist, það er bara svona, eins og Bitcoin og Ethereum sem eru stæðstu tveir, þeir eru bara svona garanteraðar solid upp, skilja, svona eins og long term investment, fattar mig. En það sem ég var að gera í dag, ég var að finna einn token sem er svona eiginlega meme token og var að taka áhættu, high risk, high reward þar, bara út af tilfinningu, hann kom til mín, ég baði Guðum að senda mér gjöf, vinur minn sendaði mig message og sagði, þetta var bara mínútu seinna. Ég sagði, takk hérlega. Þannig að ég hendi á hann aðeins í dag. Okay. Það var svona aðeins meira, þú veist, meiri uppað og vonandi að gefa, það mun gefa hraðari pening tilbaka. Ertu vinnurðu mikið þessa dagana með lífið svona, að þú svona treystir flæðin og lætur koma til því skilabóð? Já, einungis, sko. Ok. Ég akta bara á guidance. Stundum með mér sagt að vera heima í sófanum í viku, þá ger ég það bara. Ef það kemur ekki eitthvað katt að ég fara út, gera eitthvað, þá er ég heima, sko. Þá þarf ég bara að hvíla. Þannig að já, einungis fer ég eftir einhvers konar leiðsögn, hvort sem að sé herra sjálfið eða þeir sem ég er að vinna með, sem eru þá verur í annarri vitund, fattur. Guidar, team, spirits. Þegar þú segir við í sófanum í viku, það er náttúrulega eitthvað sem við erum öll orðin, eða flest orðin tóldi lélegi í að gera ekkert og það er svolítið þaðan sem að fara að koma til manns alls konar hlutir. Akkurat, það er það er mjög skrítið, það er einhvern veginn búið að upphefja það að vera busy, skilur, að vera alltaf upptekinn, já, svo nóg að gera, brjálega að gera, en það, að mínum að þetta er ekkert glóri við að vera busy, það er glóri í stillness, þú veist, að vera kyrr, að vera einn með sjálfum sér. Því að einmitt þá getur fyrst þú getur fengið upplýsingarna sem þú ert að leita og þá getur þú ná tengingu við herra sjálfið þitt. Og getur ekki gert það ef það er alltaf háað í kringu, það er alltaf í kringum eitthvað fólk og það er alltaf með tónlistin í botni og svo er það skólinn og svo er það vinnan og svo er það börnin og allt það. Auðvitað gerir mig grein fyrir að við eigum okkur líf og allt það og mín stað er kannski ekki eins og allra þeirra sem er að hlusta. En við þurfum að gefa okkur, það er allavega mjög mikilvægt ég mæli með að gefa okkur tíma í að finna þessa kyrrð og innri ró með sjálfum okkur og æfa okkur í að vera einn og sjá hvað gerist. Hvað erum við ekki upplifa? Því að í raun og veru erum við bara alltaf búin að flýja sjálf okkur. Við erum búin að vera mjög upptekin í að vera upptekin, en við erum upptekin í að flýja sjálf okkur. Að þegar við verum síðan í kyrrðinni og með okkur og einn og verum ekki að láta trufla okkur, hvort sem að sé síminn eða sjónvarpið eða kynlíf eða matur, allt þetta sem við gerum, að þá þurfum við bara að díla við okkur. Og þá kemur alls konar stöf upp. Þá kemur skugginn og þá koma tilfinningarnar og þú fer inn í fortíðina og þú verðið þessa vinnu og það er bara það sem þarf að gerast til þess að fá
opna á meiri upplýsingar og geta fengið gjafinnar sem í boði, sem að bíða þín, en þú þarft að vinna fyrst það sem við köllum skuggavinnu. Skuggavinnu mitt, af því að við veitum að fara að tala hérna eftir hlutir sem að við líður stundum eins og þeir tala við eins og svona ég hugsa, ok, þetta sem þú ert að segja, þetta þinn sannleikur og hvaðan færðu þessar upplýsingar? Og það þá líður eins og þú fáir mikið af þessum upplýsingum þegar þú leifir þig bara að vera í þögn og einmitt leifa þeim að koma til þín að því þú ert ekki að yfir stimulera heilan þinn með þessum hlutum sem við erum flest alltaf svona einhvern veginn nota til að stimulera okkur alla daga. Já, ég myndi segja það sko. En að því sögðu þá ég ekki eitthvað sitandi í lótustellingun allan daginn og humma sko. Ég ekki svo gaur, fattur. Ég kannski alveg að chilla alltaf mikið. Ég gætlaði bara það. Að því ég veit að það gott fyrir mig, taka göngutúr og bara, ég meina áðurinn fór í Nauthólsvík, þá tók ég göngutúr niður á Elliðaánni, satt þar, bara vera, bara horfa á vatni. Ég læri bara mikið að horfa á vatni. Fattar mig. Já, það kemur oft eitthvað til mín þar, en stundum ég bara að vaska upp, stundum ég bara ef þú nærðu að vera alveg í núinu, að því í raun og veru, og þetta kemur út frá skammtafræðinni, quantum physics, að það er búið að sýna fram á það að það er ekkit fortíð eða framtíð. Eina sem er raunverulegt er núna, þannig við erum alltaf að upplifa bara serju af núna momentum, þannig áðan þegar ég sagði núna þá það moment búið, við erum komin inn í þetta moment og allt er að gerast núna, þú heldur á alheiminum hérna á milli þumals og vísi og hann er núna, er það nóg? Ef þú segir nei, þá ertu alltaf að leita ennþá út af því, það er ekki nóg gott, þá ertu að hafna sjálfur. Þannig að ef við getum fundið actually fegurina í því, þetta er allt æfingu, það snýst bara æfingu og út frá þessu ferðu síðan út af því, fattarðu. En ég er svona bara fara fyrst á í grunninn og nærða að geta til dæmis bara setja eitt með sjálfur, það er ekkert að gerast, þú átt kannski ótrúlega lítinn pening og það er ekkert sérstakt í gangi í hinu ytra umhverfi. En ef þú ert friðsæll inni og nærða að sjá fegurina og skilur að allt er að gerast núna og getur breytt fortíð og skapa framtíð í þessu mómenti, þá ertu, þú veist, á mjög góðum stað. Mér finnst það frábært þegar þegar hana. Þú getur breytt fortíð og skapa framtíð í nútíðinni. Því ég hef upplifað það hjá mér að þegar að ég næ að vera í mjög góðu jafnvægi og vera á mjög góðum stað í núinu, þá byrja fortíðin mín að breytast. Akkurat. Töframaður. Alkemisti. Þetta er það sem alkemistin gerir, sko. Já. Þetta er raun og veru alkemía. Komið frá öllum töframönnunum og öllum sögunum sem við höfum frá hérna fortíðinni. Og já, þú veist, sá sem að breytti járni í gull var það ekki? Jú, gullgerðarmennin eru mitt. Já. Þannig ef við tek það dæmi og setja yfir í svona sögu til þess að einfalda kannski, segjum svo að þú í fortíðinni hafið þú verið sem 15 ára einstaklingur lent í einhverju atviki og þú orðið reiður en þú ekki komið þessar reiði út þér og þú bælt það inni, ok? Þessi reiði hérna og eina leiðin þá þetta, já, reiðin inni og hún hérna járnið í þessari sögudæmi, hún járnið. Eina leiðin til að umbreyta og taka alkemistun á þetta og breyta þessu aftur yfir í ást og ljós, þá þarfst að ná upp sömu hiti eða sömu tíðni, alveg eins og þú setur járnið inn í eld, þá getur þú beygt það. En það þarf alltaf, ef þú tekur út úr eldinum, þá getur ekki unnið með það. Þú þarf alltaf að fara með járnið inn í sama hitastig aftur, skilur hitin, til þess að geta breytt forminu. Þannig að reiðin er alltaf hér, þangað til allt í hennu gerist eitthvað og þú triggerar og þú bara og þú skilur ekki okkur, veist hvað ég meina, þá er reiðin að koma upp í þessu mómenti, einhvað sem gerist kannski fyrir 10-15 árum og við erum búin að geyma henni inn allar tíman. Þess vegna er svo mikilvægt að þú veist, leyfa sér að finna til og leyfa sér að fara inn í dýrs eðli og fara í náttúruna og öskra eins og fara og dansa og hreyfa sér og hrista þetta af sér og bara, þú veist, bjóða velkomin með allar tilfinningar. Af því þetta er einmitt svolítið þunn lína þegar maður er í að sitja með sjálfum sér og það var kannski að koma upp óþægilegir hlutir. Svo þekkir maður kannski fólk sem einmitt fyrir að festast svolítið í því að það fær ekki útrás fyrir það sem er að koma upp, sko. Hvað liggur línan þar einmitt bara með að segjum sem svo að ég siti bara eitthvað í þögn og allt í henni finn ég rosalega reiði. Þarf ég þá ekki að finna leið til að leipin út? Jú. En sko, tilfinningar eru á ensku emotions, þannig að það er bara energy in motion. Þannig að það sem er gott að vita er að tilfinningar ekki raunverulegar, tilfinningar ekki þú. Það eru bara að fara í gegnum þig. Þannig að allt er orka.
bara allt saman. Þannig að þessi tilfinning hún er bara komið í gegnum, ef þú situr í þögn og leyfir að vera með henni og leyfir henni að koma, þú þarft ekki að öskra alltaf, þú situr þá með henni en þú ert samt meðvitaður að núna, ok, mér líður illa, ég er ekki að fá flashbackaði þegar ég var kýldur í andliti eða þegar fyrrverandi kærasti minn hafnaði mér, hvað það er sem gerðist, þú ert að fara í gegnum þetta og þá ertu í raun og veru að taka transmutation sem er umbreyting á tilfinningum og ég sé þetta þannig að það kemur henni neðst í rótastöðinni og leyfir þess að fara út í gegnum þetta líka og leyfir að losa með ást, biður líka bara alheiminum að hjálpa þér, kalla henn, það skiptir ekki máli hvað það er, þú kalla henn tímið, kalla henn geimurinn, kalla henn Guð, hvað sem þú kalla Guð, kalla henn ömmuðina sem er farin yfir í hinn heiminn, þú veist, og biður bara, taki þetta frá mér, þetta er ekki mitt, þannig losar þér, þannig umbreytir þér óttanum og lærri tíðnis tilfinningunum yfir í hærri tíðnis tilfinningu eins og ást og gleði og þakklæti.